Gleðilega hátíð. Hann Jesú Kristur, hann lifir í dag og öðru nær, hann sigraði dauðans og við getum lifað með honum í dýrðinni. Og þá bara við hæfi að fara í Mattheus 28, vers 5-8. En engillinn mælti við konurnar, þið skulu eigi óttast, ég veit að þið leitið að Jesú hinu krossfesta. Hann ekki hér, hann upprisinn eins og hann sagði. Komið og sjáu staðið, þar sem hann lá í fortíð. Farið í skyndi, segi lærisveinum hans, hann upprisinn frá dauðum, hann fer á undan ykkur til Galílu, þar munið sjá hann. Þetta hef ég sagt ykkur. Og það fóru í skyndi frá gröfinum ótta og mikilli gleði og hlupu til að flytja lærisveinum hans boðin. Þessi vers sem við vorum að lesa, þetta undirstrika það að við erum kristin í dag vegna þess að hann reis upp aftur frá dauðum. Þetta miðpunktur allra okkar trúar, þetta grundvöldur okkar trúar sömuleiðis. Þetta sem kristindómurinn snýst algjörlega og byggir á. Það að hann dáinn, grafinn og upprisinn. Og eins og við sjáum, það var engill sem að mætti við konurnar. Þetta í fyrsta skipti sem að engillinn gefur okkur fólkinu góða fréttir? Nei. Lúkas 2. kapli sagði, sjá ég boða þér mikinn fögnuð sem veitast munu alla lýðinum, yður í dag frelsaðri fæddur. Það var engill sem mætti fyrir komun hans, það var engill sem mætti eftir hann upprisinn. Hann gefur okkur 2 góða fréttir, engillinn í þessu lífi. Það hann upprisinn. Og eins og hann segir hérna, það fer á undan okkur til Galílu. Nei, hann sem hann lá í fortíð. Konurnar mættu og sagði í þeim tilgangi það var að syrgja frelsaran, syrgja þess að hann væri farinn. En raunin svo að þegar þau mættu og sagði þá breytist sorg þeirra í gleði. Sorgin breytist þannig að þau fóru í skyndi og sögðu lærisveinunum, sem gefur okkur tilgang að fara núna út og segja öðru fólki að frelsarinn lifandi í dag. Og öðru nær að hann frelsaði þig til þess að þú getur lifað og átt eilíft líf með honum. Og við sjáum líka í þessu samhengi eins og það þegar þau segja svo lærisveinunum hans, eins og við vitum, þá voru lærisveinarnir bara í miklu áfalli að þetta hefði gerst, að Jesú hefði verið dáinn. Þau hafði gengið með honum í 3 til 3,5 ár, gefið þeim tilgang í lífið og allt saman. Og svo þegar hann bara dáinn, þá kemur þetta í okkur, að nú allir tilgangur farinn. Jesú hafði gefið þeim allt saman. Þeir yfirgáfu fjölskyldu sína og alltaf fyrir að fylgja honum einum. Þannig að hann hafði gefið þeim allt sem þeir þurftu. Allt það sem að þeir þráðu, það var að fylgja honum. Og svo þegar þetta gerist, að þá vantar hann tilgang núna í lífið. Og þá fór einmitt sorg þeirra breyttist í gleðiefni þegar þeir sáu svo að hann væri upprisinn. Og svo þegar við lesum svo áfram í Biblíunni, þá eiga þessi áhrif, við sjáum þessi áhrif svo í Póstólssögunni. Þegar Pétur fór á því að afneita honum við krossinn, yfir það fór svo boða hann í Póstólssögunni, hann fór til gyðingana og sögðu þeim að hann væri upprisinn. Þannig að áhrifin öll eru þarna. Það ekki þannig að við erum að lesa sögu, þetta gerist fyrir 2000 árum og það ekkert sem skilur eftir sig. Nei, áhrifin eru þarna. Allir póstrólanir, nema Jóhannes ásur Guð elskaði, lifðu og voru dreptir fyrir Jesú Krist. Þannig að það algjörlega galið að það fara að halda þig fram að áhrifin ekki þarna. Og í þessum orðin þá langar mig að hoppa í svona einn mikilvægasta kafla Nýja testamentisins sem fyrra Kolbreið 15. Á ég að fara rauk fyrir það? Nei, ok, ekki bara sammála mér? Já, ég var tilbúin með rauk sko. Hann segir hérna, en nú Kristur upprisinn frá dauðum, frumgróður þeirra sem sofnir eru, eins og dauðinn kom með manni, þannig kemur upprist og dauðra með manni, eins og allir deyja vegna samband síns við Adam, svo mun allir lífgæri verða vegna samband síns við Krist. En ég kem með spurningu til ykkar. Jesú Kristur upprisinn og bara frumgróði? Eða þú veist, hvernig hann frumgróði? Hann bara frumgróði á því að hann reisur frá dauðum? Hann var nefnilega ekki fyrst að rísa frá dauðum. Hann var búinn að reisa Lasarus frá dauðum. Á hverju hann ekki bara frumburðurinn? Af því að það ekki verið að tala um bara einhverju upprisu. Það verið að tala um upprisu á þann hátt að kraftur heilags anda
reisti Jesú frá dauðum, þannig hann frumgróði margar. Þannig að það ekki að tala einhver upprísu, heldur það heilagur andi, upprísu krafturinn reisti Jesú frá dauðum. Og við deyjum því miður vegna sambands okkar við Adam, af því að hann bara maður sem syndaði og við deyjum af því að hann óhlýðnaði Guði, þið veitir hvað gerist. En þeir sem eiga samfélag við Krist, þeir munu lifa með honum í dýrðinni, af því að upprísu krafturinn núna innan með þér, í þér. Hann verkar í þér. Má ég koma með eitt lítið orðið viðbót? Allt góð? Ég veit að að það er búið að segja svo mikið, ég er búin að sjá svo mikið á netinu, eitthvað, er þetta nóg? Er þetta alveg nóg? Á ég bara að trúa þetta og þá ég hólpinn? Mér langar bara að segja, ég ætla bara að leyfa Jesú að svara þessari spurningu. Er þetta alveg nóg? Hann segir þetta. Jóhannes 10:28-29. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast. Enginn skal slíta þá úr hendi minni, Faðir minn sem hefur gefið mér þá meiri en allir þeir getur slitið og enginn getur slitið úr hendi föður míns. Í mjög stuttu máli, þá verið að segja, í dag eru 2 hendur sem halda í hendina þína. Það hönd Jesú og hönd föðurins. Þannig að það algjörlega garantít að þú átt núna eilíft líf framöndan með honum í dýrðinni. Algjörlega garantít, þú þarft gjörsamlega, það þarf eitthvað stórkostlegt að gerast til þess að þú getur klúðrað þessu. Það eru engir möguleikar að við sem að fara klúðrað þessu þegar það eru 2 garantít hendur sem halda í hendina þína. Ég sá þetta í gær og ég var bara svona, wow, þetta rosalegt. Þetta var bandaríski snillingurinn, Chuck Missler sagði þessa setningu. Ég gat ekki annað en bara, wow, býttu nú við. Þetta bara, ég held ég að við endurfæðstu upp á nýtt. Nei, ég segi svona.